Og þá höldum við áfram í föstudagsþættinum. Mig langar að rétt að minna á kertafleytinguna árlegu sem verður næsta fimmtudag fyrir framan Minjasafnið, þar sem við minnumst þeirra sem létust í sprengjun yfir Hiroshima og Nagasaki. En í lok þáttarins höfum við fengið góðan gest, velkomin Marteinn Sindri. Takk. Þú ætlar að fara að halda tónleika í Hóladómkirkju núna á sunnudaginn. Mikið rétt. Segðu okkur aðeins hvernig kom það til? Já, það var bara auglýst í vor. Já. Og ég er nú að því að þessar kirkjur sem við eigum séu meðal bestu tónlistarhús eða tónleikahúsa sem við eigum, sko. Já. Og ég svona hef lagt mér svolítið eftir því að flytja mína músík í kirkjum. Já. Hún er kannski ekki beinleiðis trúarleg músíkin en hún er svona, ég læri að syngja í kirkju og þetta er svona einföld, svona alþýðleg músík. Já. Margt af því svona svolítið sálmaskotið. Ertu lærður í tónlist? Já, ég er með mikinn bakgrunn í píanónámi. Já. Ég læri lengi á píanó og kórastarfi og ýmsu. Já. Og svo semurðu? Svo sem ég. Varstu að fara að gefa út plötu? Já, næsta vor. Kemur út plata sem verður sem bæði á ensku og íslensku, hún verður á ensku. Já. En ég er með flytja músíkir og bæði á íslensku og ensku. Já, núna á sunnudaginn. Núna á sunnudaginn. Við munum ekki alveg klukkan hvað, en fólki getur bara að kanna það. Ég held að guðþjónustan sé klukkan 2 og þetta sé svona í kjölfarið á því, mögulega klukkan 4. Já. Og mikið af þessari músík, ég hef verið að hugsa það, sko, hún svona örtuð héðan eða ættuð héðan því að ég hef alltaf verið rosalega hrifinn söng í kór Fagurt er í fjörðum til Látrabjörgu og svona þessi svona tónsmíðarna hjá mér hófust svolítið sko á því að ég samdi lag við það þann texta. Látrar hérna í yfir og mér skilst að þessar fjörður sem víst fleirtala í kvenkynni, er það ekki? Fjörðurnar. Þær séu mjög fallegar á sumri. Ég hef ekki ennþá skoðað þær, en ég ætti að vera einmitt að ganga núna þessa helgi. Já, ég á eftir að komast líka. En þeim mun sko hrikalegra á veturna. Já. Og það er svona, þetta er eitt af því sem er mjög hugleikið sko í tónlistinni. Svo er annað sem ég mun flytja, annað lag sem er mjög innblásið af ferðalókum Jónas Hallgrímssonar sem er líka fyrir. Keyrðum nú bara framhjá á leiðinni. Þessu ótrúlega, það er svo svona, í raun og veru kannski ekkert mikið uppbrot í landslæginu lengi þegar maður keyrir Öxnadalinn, svo skyndilega koma þessi hraundrangar, þeir eru rosalegir. Tignalegt, sko. Þetta er með því flottasta, sko. Já, þannig ég fæ svolítið lánað þar líka. En þú ert á sunnan, eða hvað? Ég er á sunnan, já. Ég hef búið svona víða, bjó í Bandaríkjunum þegar ég var lítill. Og búið í Berlín, þar verður svolítið þessari músík til námi. Og nú býð ég í Hafnarfirði. Og hvað ætlar að spila fyrir okkur nú í lok þáttarins? Ég ætla að spila þetta lag sem er í samræðu við ljóðans Jónasar, Ferðalok. Frábært. Ég fæ þessar ljóðlínur lánaðar, sem sagt, það sé háaskilur netti, heiminn geymir, blaðskilur bakka og egg. En anda sem unnast. Það er eilíð aldrei aðskilið. Eitthvað svoleiðis. Akkurat. Þetta er fallegt. Takk fyrir að koma í þáttinn. Ég hlakka til að heyra lagið þitt. Og þannig endum við þáttinn í dag. Njótið verslunarmannar helgarinnar og sjáumst að viku liðinni. Kanntu enn að lesa í sólarljósið framandi lönd og drauma hendurnar mínar og hjarta þitt Kanntu enn að leita mín á knjám þessara fjalla sem klæða sig skýjahölu skeytað sköptu og dylja sig Ég skal aldrei koma aftan að þér meðan þig munar mig
kanntu enn að vekja mig af værum svefni, svíf á brá og bræða snjóinn sem lagði á meðan við háa skilur netti baka og egg, en vilt ekki leggjast hjá mér, því ég skal aldrei koma aftan að þér meðan þig munar mig. Nei, ég skal aldrei koma aftan að þér meðan þig munar mig.